Óttar, ein spurning að því menn hafa verið að velta því svolítið fyrir sér á samfélagsmiðlum. Hvers vegna er betra að forsætisráðherrann, að Bjarni Benediktsson sem kom fyrir í þessum Panama-skjölum, að hann sé forsætisráðherra heldur en Sigmundur Davíð Gunnlaugsson sem þú vildir ekki hafa sem forsætisráðherra? Það er nú kannski aðalega það að þessi ríkisstjórn, hún er mynduð eftir kosningarnar í október, þar sem að var mikið rætt Panama-skjölin, þar sem að allar upplýsingar frambjóðendur í þeim kosningum lágu fyrir og þjóðin úrslit kosninganna skilaði þeirri niðurstöðu sem að við erum búin að vera að reyna að vinna úr núna á 3. mánuð, allir flokkar á þingi að reyna að ná saman starfhæfa meirihluta ríkisstjórn. Þannig að það er talsverður munur á því þegar að fyrrverandi forsætisráðherra leyndi því að hann væri í Panama-skjölum og reyndi svo að snúa sig út úr því opinberlega á miðju kjörtímabili. Það voru í raun og veru ákveðin forsendubrestur. En það er búið að kjósa, það var kosið 29. október, niðurstaða þeirra kosninga liggur fyrir og það er nú búið að taka okkur, 10-11 vikur að púsla saman þar sem að ég segi reyndar mjög góðri og væntanlega farsælli ríkisstjórn eftir allan þennan tíma. En það er gert á grundvelli kosninga sem eru í október og þar sem allar upplýsingar eru fyrirliggjandi.